Velkomin á Vesturlandið. Í kvöld ætlum við að kíkja með ykkur á Laxárbakka í Hvalfjarðarsveit. Förum að hittum alþýðu listamann í Grundarfirði og handverkskonur í Búðardal. En byrjum hér hjá Jóni, eplabónda á Akranesi, frumkvöðli í ávaxtarækt. Ég held mér sé óhætt að segja að það megi rekja uppgang eplaræktunar á Íslandi í bakareiðn á Akranesi. Eigandi garðarins, Jón Þórir, er reyndur garðyrkjufræðingur og frumkvöðull í ávaxtarækt. Við litum í garðinn til hans, tókum að tali, fengum auðvitað að smakka þessa einstöku ávexti og heyra hvernig þetta byrjaði allt saman. Já, forsagan er svo að þegar ég var að vinna við garðyrkju fyrir 20 árum síðan, og þá hafði ég spurnir af gömlum eplatrjám í Reykjavík sem voru að gefa uppskeru í góðum árum. Og þá fór ég að velta því fyrir mig hvort að þetta væri möguleiki fyrir okkur og hvort að líka hægt var að auka enn frekar árangurinn með því að fá betri efni við, betri tré, sinna þeim betur og gera þetta faglegra, þannig að þetta væri raunhæfur möguleiki á Íslandi. Já. Þau tré sem voru tiltölulega fá og kannski ekki endilega öll að heppilegum uppruna. Uppruna þá áttu við sko, þú veist... Hvaðan það kemur sko, já, hvaðan sko yrkið kemur. Sumt kemur frá Hollandi og passar þar, annað kemur frá Síberíu og passar þar. Og svo framvegis. Breytileikinn er svo mikill sko. Og það eru tiltölulega fá yrki sem að þroska almennilega í svona stuttu sumri. Þannig að það er eiginlega aðaldjobbið að finna eitthvað sem að virkar hér hjá okkur. Yrki sem að passar inn í þennan stutta tíma sem að íslenska sumarið er. Og hérna sjáum við fyrir framan okkur fyrirgefðu típur frá Mið-Noregi, fjalllendi þar og aðra frá Kanada. Og þá þriðju reyndar frá Kanada líka, þannig að það eru 3 típur hérna mismunandi, 2 Kanada og 1 frá Noregi. Og þó að þið sjáu þetta og finnum ekki lyktina af þessu, þetta er eitthvað sem maður fyrir, þetta er brjálæðislega góð lykt. Þetta er svolítið góð lykt og það er mikill breytileiki á eplum hvernig sem sagt bragðið og lyktin er, mismunandi eftir típum. Sumar eru ekki með neina lykt nánast, á meðan aðrar ilma mikið og eins eru bragðgæðin mismunandi. Þú tjekka á þessu hvort þetta sé hægt. Allan að góð lykt af því. Þetta er íslenskt epli, mér finnst það. En hvað svo fyrir að bætast í það ekki meira? Þú byrjar með epli. Já, svo það eru epli, kirsuber, plómur og perur. Það er svona það sem við höfum kannski helst möguleika á að rækta hér og eru ræktuð í Skandinavíu og við erfiðar aðstæður í Síberíu og Kanada og víða. Hvað ertu með hér í þínum garði? Ég er með alla þessar tegundir og mismunandi típur af hverju. Ég er með einhverja tugi af virkjum af hverju tegund fyrir sig. Líklega svona 50 eplayrki og eitthvað minna af öðru en samt svona mörg eintök af hverju. Þetta er svona eins og lítil sveit í bæ. Það eru hænur á vappi. Já, hænur, grænmeti, ávextir. Þetta er allt sem maður þarf. Hvað þú hefur líka verið að gefa út bækur? Já, ég hef aðeins komið að bókaútgáfu, að skrifa eina bók sjálfur ávaxtar og berjarækt og átt svona þátt í nokkrum bókum í viðbót sem ég hef komið að sko. Og skrifað fyrir tímarit og hlust. Heldur að sé vannýtt tækifæri á Íslandi í ávaxtarækt? Eigum við eftir að fara lengra? Já, það er nú aðeins á brattan að sækja því sumarið er stutt en við höfum líka tækifæri. Nóg landrými og við eigum heitt vatn náttúrulega og tiltölulega óspillta náttúru miðað við það sem að víða þekkist allavega.
og þannig að við eigum möguleika og það hefur sýnt sig eins og við sjáum hér að það er ýmislegt hægt. Já. Allavega til gamans. Ég ætla nú ekki að fullyrða að það verði arbart en við sjáum til. Nei. En þegar þú ert búin að vinna alltaf svona forvinnuna og finna, er ekki hægt að nálgast þig og kaupa rétta yrkið af þér? Ég hef verið að selja tré af bestu típunum hérna hjá okkur og svo er ég svolítið að selja grænmeti líka. Já. Ég hef svolítið farið í það, verið að selja það fyrir verslanir og matsölustæði. Þannig að já. Ég sá á Facebook að það er hópur sem heitir það ekki ávöxtur. Já. Það er rosa áhugi þar. Já, það eru. Kemur eitthvað dýr hérna Það eru. Á köttur, ég held að vera hæna að koma heimsækja. Það eru 2 allavega Facebook-hópar sem tengjast ávaxtarækt og það eru umræður og myndir og svona sem menn geta flett upp og skoðað. Já. Þess að líka peppa hver aðra upp og svona. Já, ég veit mitt. Það er vel gengur sérstaklega. Ég laumaði mér inn í allavega einn hópinn held ég og það er gaman að fylgjast með því, hvað þetta er mikið. Já, það er mikill áhugi og spenningur fyrir þessu. Ég ætla að fara og sýna þér hérna plómutréið mitt og gá hvort ég get ekki boðið þér upp á plómur. Er það ekki skrítið að vera með plómur í október? Nei, það er ekkert svo skrítið. Yfirleitt er ég nú, og nú er plómuræktin orðin svo stórtaka að ég þarf orðið stiga til þess að sækja þér. Það er nú eiginlega alveg nýtt fyrir mér en sjáðu þetta. Það er eitthvað kusk á henni sýnist mér. Þú veist, íslensk plóma. Það er svolítið á þessu sko. Heyrðu, og það er helling hérna. Já. Vá! Og það er mest hérna uppi sér og það er alveg í kipum sko. Ég er nú búinn að taka mikið. Má ég býta í þetta? Já, býtti í þetta. Sjáðu hvort þetta sé hæft til manneldis. Þetta grínast, þetta er svo safaríkt. Alveg sem epli. Jesús minn. Þetta er allt í lagi. Allt í lagi, ég held að þessi besta plóma sem ég fengi á ævinni. Fara fuglarnir ekkert í þetta? Nei, þeir hafa alveg látið þetta vera. Þeir hafa nóg af berjum hérna og þeir hafa einhvern veginn ekki komist upp á lag með að íslensku þreistjörnir að borða plómur, ekki ennþá. Nei, þeir eru ekki búin að fatta þetta? Nei. Þeir veit ekki hvað það eru. Og svo er hérna epli á einstaka grein ennþá. Hvað getur þú haft þetta? Er þetta þangað til að fara fyrst alveg almenninni á? Mér finnst þetta svo svalt að ná í bara... Smaka þetta. Það slíta beint. Beint af trénu. Það er ekki búið að geyma þetta í hálft ár, einhvers staðar. Ég er ekkert hublast, ég held ég að fengi smá gæsa.